Þú veist, ég veit ekki hvað óhagnadrifið ég meina húsnæði sem byggt óhagnadrifið, það ekkert ódýrara heldur en hagnadrifið húsnæði. Þú veist, það þarf einhverja fagmenn, það þarf einhverja sérfræðinga til að byggja húsið. Það búið að stýra verðinu á lóðunum þannig að það orðið skortur á lóðum, það vilja allir byggja, það bara ekki boði lóðir og þá rýkur upp lóðaverð. Þétting byggðar sé að einhverju leyti búin að drífa áfram verðbólgu á Íslandi. Tala bara út frá mínu hjarta hérna. Það lóðaskortur, fólksfjölgun sem veldur hækkandi fasteignaverði og skortur. Þetta ekkert svona það. Og hvað það sem búið að drífa áfram lóðaskort og þar af leiðandi fasteignaskort? Það eru sveitarfélögin og ríki sem ber ábyrgð á þessu. Góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Ein pæling. Þessi þáttur eru boði Alvörubón, Ljárdalur.is, Bæjarins bestu pilsur, Polsen og Happy Hydrate. Nú ef þú ert að hlusta á þetta núna í opnu streymi, þá getur þú farið inn á pardus.is/einpæling til að fá þennan þátt á undan öðrum, samhliða því að fá hann án auglýsinga. En snúum okkur á þættunum, gjörið svo vel. Húsasmíðameistari, ég ætla að segja húsasmíðameistari. Mikið vikt í því. Það það? Já, mér finnst það. Nú ég samt með byggingariðnfræðingur og rekstrafræðingur líka, sko. Aha. Já. Þú ert allt. Við erum bara að byrja þig. Þú ert búin að kynna þig sjálfur. Ok, Hérna, já, við erum búin að vera að tala hérna saman núna síðasta hálftíman ýmis mál. Mér langar að koma inn á einhver aðeim. Sko, byggingariðnaðurinn eitthvað sem að ég hef fjallað mikið síðan bara byrjaði þetta hlaðvarp eiginlega. Þessi mál mjög, standa með nærri, ég veit ekki af hverju, mér bara gaman að fjalla þau. Og það sem að mér hefur fundist svolítið einkennilegt bara að umræðan að þessu snýr fyrst og fremst að einhverjum opinberum aðila sem að segjast, eða opinberum aðilum sem að segjast vera að byggja og einhverju fólki með rosalega einhverju svona mikla tilfinninga gagnvart því að þau vilja að sé húsnæði fyrir þá hópa sem að þau tölja að þurfi á húsnæði að halda. En sjaldan við byggingaverktaka. Og það ástæðan fyrir því að mér langaði að fá þig hingað. Sko, þannig að húsnæðismál eru bara eitt stærsta, hagsmunamál sem þú finnur og hefur mest áhrif á okkur í dag. Þá ég að tala um hinn almenna borgara. Og við erum í þeirri stöðu í dag að það skortur á húsnæði. Og mér finnst umræðan öll vera einhvern veginn að það sé einhverjum öðrum að kenna heldur en stjórnvöldum. Verktakar eru vondir. Verktakar eru mjög vondir og eitthvað svona. Nei, ég ekki alveg að segja það, en þú veist, það svona... Það það sem ég heyri samt. Já, það talað að verktakar séu bara að hugsa hagnað og gróða og eitthvað svona sem að auðvitað eru menn ekki að gera þetta frítt og menn eru náttúrulega að reyna að reka fyrirtæki, hafa fólki í vinnu og það fylgir því að þú þarft að skila þínu. En ástæðan fyrir að við erum í þessum málum í dag hefur svolítið langar aðdraganda og ef þú stiklar á stóru þá, hvað segja, það það bara mjög einfalt mál og sveitarfélögin bera þarna mikla ábyrgð og það einhvern veginn alltaf verið að slá ryk í augum almennings, til dæmis ákveðin sveitarfélög sem að telja útgefin byggingarleyfi og eitthvað svoleiðis sem eru bara ekki tölulega staðreyndir, það eru rangar. Það verið að telja byggingarleyfi en ef þú ætlar að telja byggingarleyfi í ár og verkefnið 3 ára gamalt, ætlar að telja aftur á næsta ári þegar þú ert að segja hvað mikið í byggingu á höfuðborgarsvæðinu. Það virkar ekki svoleiðis. En gera það? Þetta endurtalið? Mér sýnist það því að tölurnar hjá Reykjavíkurborg stemma ekki við tölurnar hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. og ef við förum aðeins yfir þetta, ég skoða aðeins, frá árinu 2011 hefur Íslendingum fjölgað 25%, sem bara gott og gilt. Frá hruni, þegar hruni kom, þá byggðu náttúrulega ekki neitt og þar verður innviðaskuld, eða það ekki tísku orðið í dag. Passa hendunum að heyrist það verður innviðaskuld og við byggjum ekki neitt í ykkur 5-6 ár. 2014, 15, 16 byrjar þetta svona að glæðast. Við förum að rétta úr hútnum eftir hrun, hraðar heldur en aðrar þjóðir í raun og það sem gerist og það sem við gerum að við förum að marka sér til Ísland sem túristaparadís sem bara geðveikt, bara frábært. Einhvers staðar það fólk alltaf að vera og at any given time þá veit ég ekki hvað eru margir túristar á landinu
Yfir sumarmánuðin allavega samkvæmt tölum stjórnarráðsins á 2023 og þá hafa þetta verið kringum 200.000 manns yfir sumartíman sko. sem að koma að fara yfir sig þannig að þetta ekki Nei, sem í hverju mánuði 200.000 manns þið getið ímyndað ykkur það, þetta fólk ekki að gista úti sko. Þannig að það sem gerist það að það verður til innviðaskuld í hruni við förum að rétta úr kútnum og við beitum snilldabragði sem að marka sitt Íslands sem túristapartís og það kemur fullt af fólki til landsins við réttum úr kútnum ansi hratt sem gerir það að verkum að fólk vill flytja hingað og vinna og það vantar fólk í vinnu í túristageiranum það fólk þarf þakki yfir höfuðið svo líður og býður og fjölgunin heldur áfram af innfluttu fólki að mestu leyti við erum konum með alla túristana inn í landi sem þurfa einhvers staðar að vera og á sama tíma og þetta að gerast okkur að fjölga fjórðung á einhverjum 15 árum þá taka stjórnvöld þá ákvörðun að hvað kallaði þetta aftur? Þenslumörk? Nei. Vaxtamörk höfuðborgarsvæðisins, já. Sem sem sagt fyrir þá hlustendur sem ekki þekkja til. Það sem sagt þessi vaxtamörk sem að sveitarfélögin samþykkja sín á milli það að sem sagt byggingarsvæði munu ekki koma til með að verða út fyrir þessi mörk óháð því hvort það sé í Kópavogsbæ, Hafnarfirði, Garðabæ eða Reykjavíkurborg og þau þurfa þá samþykki hvors annars til þess að útvíkka það sem að reyndar Sigurður Stefánsson sem að nefndi með þetta að þetta væri Úlfarsárdalur væri utan samþykktra vaxtamarka. Já, það var allt vitlaust yfir því. Já, eða þú veist, það var ekkert allt vitlaust, það bara þessi vaxtamark því það bara eitthvað fyrir einhverjum, sko. Já, en sko, það sem ég að reyna að segja hérna að okkur fjölgar 25%, við flytjum með fólk til þess að vinna í þeim störfum sem við búum til, við flytjum inn og fáum hérna túrista, á sama tíma og öll þessi fjölgun, þetta fjórðungur af þjóðin á 15 árum, það skiptir engu máli hvaða þjóðum myndir fjölgun þetta í vandræðum, skiljiði. En á sama tíma eru viðbrögð stjórnvalda þau að það bannað að byggja út fyrir einhvern ákveðin hring. Ég veit ekki, en þú veist, allt sem stækkar í mínum hugum stækkar út, það stækkar ekki inn í sig, skilur. Ég hef ekkert á móti þéttingu byggða, þétting byggðar bara frábær hugmynd og má alveg gera það og það má bara gera það rétt. En það má ekki banna útkverfi eða nýbyggingar utan einhvers hrings þegar að neyðin þetta mikil og fjölgunin þetta öflug. Nei, þetta líka bara munurinn á hugmynd og trúarbrögðum, sko. Já, og þú veist, eins og ég segi, þú veist, að nota innviði betur, þétta einhverju reiti, bara snild, skilur þetta, spara peninga, gatnagerðin minni og það þetta að nýta leikskóla sem er kannski farnir að tæmast vegna þess að hverfið eru gamalt og allt það frábært. Þú veist, það bara hagkvæmt að gera það. Ég hef ekkert á móti. Aftur á móti, þá getur ekki bannað Íslendingar eru þjóð sem að kann að meta sitt olnbogarými að mínu viti, sko. Ég veist, þegar maður fer til einhverja stórborga og ég passa bara ekki, já, ég bara svona, hvað? Við getum ekki farið yfir göttum þegar ég vill, þar ég að bíða eftir þessum og þú veist, og þetta er ákveðin lífsgæði sem allir eru að berjast við að bara stoppa og banna. Og það sem að, hvernig ég orða það? Þannig í raun og veru bara okkur að fjölga gríðarlega, við skuldum áður en okkur byrjar að fjölga gríðarlega fullt af fasteignum og íbúðum fyrir fólk að búa í, okkur fjölga gríðarlega, viðbragð stjórnvalda það að þétta byggð, hægja á byggingageiranum með því að þétta byggð, skapa skortinn sem að veldur gríðarlegum hækkunum á fasteignamarkaði sem að aftur á móti og drífur síðan verðbólga fram í ofanálag þannig að það mætti segja skiluru með löngum og erfiðum þungur rökum að þétting byggðar sé að einhverju leiti búin að drífa áfram verðbólgu á Íslandi. Já, ég held að bara það sé ekkert spurning. Ég menna, hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem er ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Og það sem að hefur svolítið sko, því ég hef hampað þéttingu byggðar mjög mikið út af því ég veit til dæmis að innviðagjöld og annað eru af
Já, þau verða minni eftir því sem að betur staðið að því að þessar kostnaður með innviðina minni. Og svo aftur á móti líka hægt að fara rauk fyrir því að svona félagslegir innviðir eins og grunnskólar og annað eins og í korpuhverfi þar sem maður þurfti bara að leggja niður skólan út af því að það var ekki nægilega mikið af börnum og annað. En aftur á móti þá erum við komin í þá stöðu eins og þú ert að tala okkur er búin að fjölga fjórðung á mjög stöðum tíma. Og það sem við þurfum að horfast í augu við að við getum ekki ákveðið hvernig allir vilja búa og sérstaklega hvað varðar Íslendinga og það er rosalega skrítið sama eins og með menntamálin það er bara eitthvað svona mál sem við náum ekki að dagskrá óháð öllum tölulegu gögnum og núna er sko viðbragðið við því að það sé einhvern veginn meira verið að ræða þetta og viðskiptaráð búin að vera að vekja athygli á því að það er ósanngjarnt hvernig þessum úthlutunum er háttað og af hverju eru opinberir aðilar að fá 46% afslátt af stofngjöldum og af hverju eru þeir að fá afslátt af alls konar innviðagjöldum og annað. Og við einhvern veginn horfum á þetta og það er bara viðbragðið við því bara já, nei, þetta er út af því að verktakar eru svo gráðugir, sko. Sko, verktakar gráðugir og ekki gráðugir. Verktakar eru ekki gráðugir heldur en fyrirtæki og þeir náttúrulega reyna bara að búa til sinn hagnað og reyna að skaffa vöru sem actually selst. En staðreyndin er sú að það er ekki boðið fyrir og það er verið að segja, ég hef heyrt hluti eins og já, verktaka byggja ekki nógu að smáum íbúðum. Það eru til óteljandi dæmi. Þegar þú kaupir lóð, þá færð þú brúttó byggingamagn sem þú mátt byggja. Brúttó byggingamagn því það að þú mátt bara byggja þetta mikið af húsi, punktur. Þú færð ekkert yfir það. Á þessari lóð er búið að skilgreina hvað mátt fara hátt. Það er búið að skilgreina hvað mátt byggja margar íbúðir. Lóðaverð hefur náttúrulega rokið upp út af því það er búið að vera viðvarandi lóðaskortur á Íslandi síðastliðin, 6, 7, 8 ár. Verktakar sem hafa fengið og náð lóðum eru bara, yes, fengum lóð, það vilja allir byggja meira. Það bara er búið að þrengja alltaf að öllu. Þeir reitir sem til eru risavaxnir reitir á einhverjum þéttingareitum þar sem fólk fær ekki bílastæði og það er búið að ákveða fyrirfram hvað íbúðunar eru stórar. Við ráðum því ekki neitt og það er til mörg dæmi það að verktaki hefur óskað eftir því að fá fjölga íbúðum. Skiljiði, segjum þú sett með þú með byggja 1000 fermetra og þú mátt byggja 10 íbúðir. Sem þýðir það að brúttó fermetrar per íbúð eru þá 100 fermetrar. Við byggjum megum við byggja 12. Þá er enginn að byggja auki byggingamagn, það er bara verið að fjölga einingum til þess að niðurstaðan verið svo að nú þarf ég að reikna í hausnum, ég get það ekki. 80 held ég. Já, eitthvað í kringum 80. Það verið meðalstærð en 80. Þannig að þú ætlar að vera með 12 einingar í staðin fyrir 10 og þú ætlar að byggja minni íbúður í sama byggingamagn. Þar er alltaf svarið bara nei. Og það er bara staðreind. Og þetta er eitthvað sem verktakar hafa margsinnis reynt að fá að byggja fleiri íbúður á reitunum, ekkert endilega auka byggingamagni, heldur bjóða upp á vöru sem eru minni íbúður. Þessu er stýrt af deiliskipulagi og sveitafélögum. Þeir stýra því hvernig íbúður eru byggðar, ekki verktakin. Og þetta er umræða sem mér hefur fundist svona hinn almenni, bara ákur er verktakin ekki að byggja litla. Við ráðum því ekki. Fyrir utan það, þá er ákveðið sveitafélag sem að, það er ekki að nefna stærsta sveitafélag. Það hata bílinn og hata bíla sem er bara gott og gilt. Það trúir á almenningssamgöngur og það sé, þú veist, ég held að þetta örugglega byrjað að því að við áttum að vera svo umhverfisvæn og vorum að keyra svo mikið að einkabílum, svo núna er annað hver bíl á Íslandi orðin sko rafmagnsbíl. Ég held að það veri umhverfisvæn að bara kaupa rafmagnsbíl og ódýrar að kaupa bara rafmagnsbíl handa öllum Íslendingum, ef þetta er sjónarmiðið, sem er gott og gilt, umhverfis skiptir máli. En að fólk stjórni því ekki, þú veist, ef að mér er búin lóð fyrir 50 íbúðir og það eru ég má byggja 30 stæði bílakjallara og engin bílastæði ofanjarðar. Þá gerir það 0,6 stæði og íbúðu eitthvað. Af því að hugsanlega kannski er að koma einhver borgarlín einhver staðar. Það er ekkert vara sem ég langar að bjóða upp á. Og svo eru til mörg dæmi það að menn og verktakar sem að í alvörunni talaði í gamla daga vildu ekki byggja bílakjallara því það er svo kostnaðarsamt að þeir fengu lóð sem var án bílakjallara, þá fögnuðu þeir að því þeir gátu byggt actually hús án þess að byggja fullt af fermetrum sem þeir ekki selja.
því þeir selji ekki bílakjallara, það ekki inn í byrtu flatamáli. Þegar þú kaupir 100 fermetra íbúð og það stæði bílakjallara, þá ekki inn í þeim fermetrum bílastæði. Nei. Skilurðu? Og þá það inn í brúttótölunni og svo til byrt flatamál. Byrt flatamál flatamál sem þú kaupir og ég sel. Og það til dæmi það að menn að díla við borgina og segja, heyrðu, mér langar ekki að bjóða upp á vandamál, skipulagslegt vandamál, þar sem að bílar verða upp á umferðareigum og hvaðeina, má ég ekki bara banka meira niður úr jörðina og setja bílastæðin neðanjarðar. Sem og svo í skjótunum ekki inn í, þetta staðreind það sem voru að tala um, það sem að fólk einmitt að leggja upp á einhverjum umferðareigum og verða að slást stæði. Og þá spyr ég, þarna verktakinn sem andur það að hann vill bjóða upp á vöru sem actually virkar fyrir fólk og mæti þörfum fólks að bjóðast til þess að fela bílana ofan í jörðinni og leggja til kostnað til þess að fela bílana svo ég alveg sammála því, ekkert fallegt að sjá okkur reisast og bílastæði og einhverjum druslur sem konum með endurskoðun út allt eða eitthvað og menn að leggja vörubílum og eitthvað, ég alveg sammála því, umhverfið skiptir miklu máli. En hvernig ætlar að hafna því að verktaki sé tilbúin að leggja í þennan kostnað að fjölga bílastæðum neðanjarðar? Ég bara skil þetta ekki, þetta næri ekki nákvæmlega. Það bara til þess að einhver borgarlína gæti hugsanlega kannski reki sig eftir þessi ár sem í það. Fyrir ég ætla ekki að fara út í borgarlína því að ég nú ákveðna skoðun á því sem svona bara tengist kannski ekki byggingageiranum en þetta ekkert í lagi. Fyrir utan það, þá í raun og veru sveitafélögin búin að halda og það búið að vera viðvarandi lóðaskortur sem veldur því að við byggjum ekki nóg. Fyrir vikið þá hefur lóðaverð hækka gríðarlega. Sem þeir hafa náttúrulega hagsmuni af líka. Þeir hafa hagsmuni af og það komið dæmi það að þetta boðið út og menn bjóða og neyðin eru mikil. Menn að reka fyrirtæki, þeir þurfa að láta vélina sína ganga. Þeir hætti ekkert bara byggja í dag, skilji. Það fólk í vinnu þarna og við þurfum að hafa verkefni fyrir fólkið og þannig að menn freistast til þess að bjóða hátt verð í lóðir sem eru kannski bara of dýrar í raun og veru. Þannig að það verður að tala um fasteignaverð og verktakinn sé svo gráður. Hann kannski bara komin á þann stað að hann getur ekki einu sinni lækkað og eins og fjármagnskostnaður í dag, það bara hver mánuð sem líður sem ekki selst, tapa hann bara fullt af peningum. Já. Sem náttúrulega eitthvað sem ekki einu sinni rætt út af því að ofan á það að fá stofnkostnað og allt á ódýrari kjörum að þá hið opinbera líka að taka þetta svolítið úr sambandi út af því þeir eru í betri stöðu út af því að þeir þurfa ekki að borga fjármagnskostnað út af því þeir eru að nota peninga annarra til þess að byggja. Rétt. Og það sem að ég einhvern veginn út af því að þetta líka alvarleikin í þessu að mínum að þetta út af því að ef að opinbera væri bara að byggja og það hefði engin áhrif á hinmarkaðinn þá væri það bara kannski flott. Það ekki mín sjónarmið sem að taka markaðslögum á sambandi en það væri bara kannski ágætt ef það væri þannig að þessu það væri bara fullt af verktökum í alls konar lóðaúthlutunum fengið á sama verði fá sama afsláttinn á innviðagjöldum fá sama afsláttinn á stofnkostnaðinum en svo ekki og það sem náttúrulega alvarlegast í þessu að þetta hamlar öðrum byggingaverktökum og þegar við erum að sjá í sjónvarpinu að einhverjir af þeim sem eru til dæmis forsvarsmenn Bjargs eða eitthvað þannig að mæta með lykilinn, drullu samruglega manneskjuna en vilja láta taka mynd af sér þeir eru góð manneskjur rosa góða manneskjur ég ætla að gefa þér íbúð ég ætla að gefa þér íbúð mér reiknast til, ég ekki búin að gera alveg grundutin, mér reiknast til að miða við þær hömlur og það bjögun sem búið að skapast á markaðnum þar sem við erum til dæmis að sjá að eins og Sigurður Stefánsson sem við náðan nefndi að það eru núna svona millistórar íbúðir sem ekki að seljast það bara því að bjögun þegar mikið íbúðum kemur á markað þá þú getur séð þetta í svona þrepaskipti ferli það fyrst hækka litlu eignari verði og síðan þá getum við þá erum við með meira fjármagn getum keypt millistarð getum við keypt enn stærra sem kannski hæð og svo lokum kaupa sumir sér einbýlishús og þú sér þetta bara þrepaskipt þegar að verða hækkanir á litlum eignum þá gerir ráð fyrir því að inn á einbýlishúsunum kemur þetta inn á svona 6 til 8 mánaða. Þegar þessi bjögun búin að eiga þessi stað að núna búið að vera einbýlishúsuna svo rosalega mikið á þessar litlu einingar að hinar ekki að seljast út af því að það búið að selja þær á
á röngum forsendum er varðar það hvernig þú fjármagnar það en líka á hvaða kjörum viðkomandi lántaki fær eignina og það er ekki að tala um þessa björn þannig að þú veist, þetta veldur náttúrulega því að eins og þú ert að segja að þegar þú ert komið með eitthvað í fang og ég veit að það var reitur upp í Mosó og ég man nú ekki nákvæmlega hver það var sem var að selja þurft að nánast að koma út í mínus eftir allan kostnaðinn út af því að hann gat ekki selt eigninar öðruvísi en að selja þar á undirverði út af því að það var orðið of dýrt fyrir hann að borga fjármagnskostnaðinn að því. Leigu, menn hafa farið í það að leigja út nýjar fasteignir. Menn ekkert að byggja og selja í dag, þeir eru bara að byggja og eiga af því að það er gríðarleg vöntun á húsnæði en það selst ekki neitt. Ástæðan fyrir því að mínum að er í raun og veru, hvað er seðlabankans? Þú mátt eyða 35% af, það er það sem er að stoppa málið. Já, það er þannig. Og það sem gerist í raun og veru þessi 35% sem þú ert að nefna að eftir að þú ert búin að greiða af öllum þínum skuldbindingum að þá þarftu eiga 35% lána kostnaðurinn má bara vera 35% af þínum ráðstöfunartekjum. Þannig að þú ert með útborgulaun ég veit ekki hvað þú reiknar síðan þeir eru að taka af því líka þú veist á eigi bíl og það er þetta ekki ráðstöfunartekjur. Það stendst engin greiðslum. Þú veist að 35% af ráðstöfunartekjum er ekki neitt og ég veit ekki af hverju og í hvaða frábæra heimi þegar fólk er að koma þaki yfir höfuðið að það megi ekki borga meir en 35% af ráðstöfunartekjum. Þau eru átt ykkur á því ég man bara þegar foreldrar mín og þegar ég var að byrja að eignast fasteign þá bara setti maður undir sig hausinn og maður þurfti að sætta sig við það að lifa spart og það er ekkert að því ég borga ekki 35% skiljiði, þú veist það er líka hefur líka bara verið veruleiki Íslendinga síðan í gærkvöldi sko, að við höfum alltaf verið þannig að skilur fólk var að reyna að safna sig fyrir parkett og var að safna sig fyrir hurð á eldhúsi eða hurð í baðherbyggi þess vegna sko. Já, en kröfur ungs fólks eru mun meiri í dag. Ég man meira svo sko þegar ég fór til félagið minna þá var svona tjald í fyrir baðherbygginu. Fyrir klóstinu? Já. Það þurfti allir að halda fyrir eyrun þegar einhver fór á klóstið. En þú veist, þetta er ekki veruleikin í dag en það sem er að stoppa og það sem er að gerast í raun og veru og alvarlega staðan sem er alvarlega í dag er að við erum actually að byggja eitthvað. Við erum að byggja á lítið. Það er búið til flöskuháls á fasteignamarkaðinn með lóðaskorti. En það kaupir engin íbúð en vöndurinn er til staðar. Fólk kaupir íbúðu seint. Ég held að meðalaldur fyrstu kaupandi sé í kringum 30 ára. Þannig að ef ég eignast barn í dag þá er ég mér líklegast með barnið innan með þá til svona 70 sem er ekki sérstök hugsun. En ábyrgðin liggur á flöskuhálsinum væntanlega og byggingaverktakar eru ekki vélin er ekki í botni. Hún er bara ekki í botni. Það er annar punktur sem er að hafa áhrif á framleiðsluna á fasteignum er að fyrsta lagi þá náttúrulega vill enginn byggja þegar það selst ekki og ástæðan fyrir að selst ekki er að það fær enginn greiðslumat og það sem gerist þá er að það standa bara íbúðir tómar sem að fólk segir síðan að verktaki byggi bara rangar íbúðir. Þú áttu ykkur það ef ég ákveð í dag hvað ég ætla að byggja þá er það tilbúið eftir 2 ár. Ég þarf að reyna að sjá fram í tíman hver staðan á markanum er á Íslandi sem að breytist sko yfir helgi er eftir 2 ár. Þannig ef ég fer á fullt núna að byggja pínu litlar íbúðir það getur vel verið að vöndunum sé á 150 fermetra 5-herbyggja íbúðum eftir 2 ár sko. Þannig að og fyrir utan þá bara ræðið ekki við ráðum því ekki það eru bara yfirvöld sem ráði því. Hlaðvarpið er í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því er Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það er stjarna í framrúðunni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann er tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðunni, Polsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Það er líka einn punktur sem ég langar aðeins að koma inn á sem er svona hagfræðilegs eðlis út af því að sko þegar ástæðan fyrir því að ég er líka að tala um þessa bjögun er sko að það er svo mikilvægt sérstaklega með byggingariðnaðinn út af hann er svolítið seigfljótandi, það er að segja skilaboðin koma kannski svona 2 árum eftir ef þú til dæmis
eins og í COVID að nefndi ég þetta að hérna út af því við vorum búin að henda inn man ekki 400 milljörðum með eitthvað inn á hagkerfið að þá getum við gert ráð fyrir því að þetta veri komið inn í einhvers konar steypi eða stór hluti þess innan 2 ára og það sem er sko mikilvægt að muna hérna er að sko þau skilaboð sem þú færið frá hagnaði er ekkert síður mikilvæg eða það er að segja tapið er ekkert síður mikilvægt heldur en hagnaður og ef ég var til að gera þetta þannig að ég var að reyna að hámarka út af því að þú varst að tala að vélinn væri ekki í gangi við þurfum náttúrulega að hámarka öll aðfeng og til þess að gera það þá væri miklu skynsamlegra að láta þig hafa einhvern reit og ég myndi segja við þig, heyrðu ok, settu það bara inn í kostnaðinn, ég ætla ekki að borga neinum arkitekt eða hönnuði eða neinu, þú sérðu um þetta og þú ætlar að reyna að selja eigninar á sem skynsamlegasta máta þannig að þetta komið sem mest til móts við þá sem að þurfa á húsina að halda og svo myndi ég bara gera þetta nokkur sinnum þá myndi ég bara fá, ok, sumir er að tapa, sumir er að hagnast hver er að hagnast? Það eru þessir hérna aðilar sem eru með einhverjan ákveðin fjölda, ákveðin eigna með ákveðin fermetrafjölda. Hver er að tapa? Kannski einhver sem að fór í það að byggja stærri lúxusíbúðir og pínulitlar íbúðir. Þá er það bara tap. Þau skilaboð gera okkur svo kleift að taka betri ákvörðun næst. Þá getum við kannski sagt að næsta verktaka, heyrðu, þú farið kannski að ráða þessu, en þú veist, þetta fór svona með þennan reit og þessi reitur kemur töluvert betur út. Þannig að þú kannst að hafa það í huga næst þegar þú verður að byggja. Sko, markaðurinn er náttúrulega ekki frjáls. Verktakar eins og ég segi, verktakar fá, við erum bara eins og hvert annað fyrirtæki, við reynum að fylla inn í markaðin það sem er vöntun og það er okkar hagur, við viljum skapa vöru sem selst, það vill enginn framleiða vöru sem ekki selst en staðreyndin er svo við ráðum þess ekki, það er bara staðreyndin, við höfum lítil áhrif á það hvað er byggt, við þiggjum bara þá lóð sem er í boði til þess að geta haldið áfram að reka fyrirtæki, það er svolítið svoleiðis, fyrir utan það að vélinn sé ekki í botni reitirnir eru svo risavaxnir þú veist, það er ekkert fyrir venjulegt lítið fyrirtæki að fara að byggja 150 íbúða komplex á einhverjum þéttingarreit þú eru átt að því að kapitalinn sem þú þarft að eiga fjármagn sem þú þarft að eiga til þess að komast að staði í verkefnið er svo mikill og litlu verktakarnir bara til að fá lán sko bara til að fá lán, það er enginn að tala um að fjármagna þetta sjálfur sko. en þú þarft alltaf að borga ákveðin hlutfall sjálfur og þú ert kannski með milljarðaverkefni meðalstór byggingaverktaki á Íslandi hann liggur ekkert á 100 milljónar sem hann getur fest í einhverju svona verkefni yfir einhvern ákveðin tíma þannig að það sem gerist með því að reitin eru svona risastórir og úrvalega reitin og með svona slæm er það að litlu og minni verktakarnir hafi ekki tækifæri til þess að fara út og byggja stóru verktakarnir sem eru konur með stóra vöða og geta tekið svona kassan, þeir fara að stað og þeir byggja stóru verkefnin á sama tíma eru afköstin á minni verktakunum minni, þannig að framleiðslan er minni vegna þess að lóðaframbúðin alltaf lítið sem búið að koma 100 sem fram, en síðan er líka gerð lóðana röng, það er ekki fjölbreytileiki maður líka skjótin inn í þannig að þetta er svo mikilvæga punktur einmitt út af því að fólk er alltaf með rosalega áhyggjur að fá keppnismarkaði sko í bankamálunum og hérna smávörur smáverslanir eða smávöruverslanir eins og Krónan og Bónus að þið séu með eitthvað monopoli þannig ok, ég er endar ósammála því með hérna monopolið og þú veist við sjáum það eins og með prís að þú veist það er hægt að koma inn á þann markað en á þennan markað það er allt öðruvísi kapital, allt öðruvísi tengslanett sem þú þarf til þess að takast á við það verkefni sko. Já, ég meina það er fullt af fyrirtækjum á Íslandi skilur sem og verktökum, bara flottum verktökum og þetta er alltaf hark í byrjun þú þarft alltaf að vera undirverktaki einhvers staðar og þú þarft að vinna fyrir einhvern annan sem er þá búinn að búa sér til hugsanlega þennan kapitala og svo festist í hjólfari, þú ert að reka fyrirtæki þannig þú þarft samt að leggja fyrir til þess að geta átt nógu mikið kapital til að geta síðan farið að staða, byggja og selja. Þú verður að gráður en mátt samt ekki vera ofgráður. Nei, það er bannað, það er ekki gráður þetta er bara rekstur og það sem gerist er að þú veist, og þetta er mjög erfitt sko, fyrir verktaka að er að komast upp úr þessu hjólfari að eignast nógu mikið kapital til þess að geta farið sjálfur að stað með eigin verkefni fyrir utan það er að það er búið að stýra verðin á lóðunum þannig að það er orðið skortur á lóðum það vilja allir byggja, það bara er ekki boðið lóðir og þá rýkur upp lóðaverð það er ekkert langt síðan að menn sótt lóð og sveitafélögin bara ég ætlum að byggja hér svo verður bara lottó
þið borgið gatnagerðargjöld og svo þess að samgetnu krónutölu hér fyrir lóðina og það var ekkert hæstbjóðandi eitthvað svoleiðis og það sem þetta hefur það að verkum að sveitarfélög eru raun að vera að heimta ótrúlegt hlutfall af kostnaði eignarinnar. Ég meina kostnaður eignarinnar einhver ákveðin en gatnagerðargjöld og byggingaréttagjald sem var svona sett á að því að hérna í COVID þá virkilega náttúrulega voru lágvaxtastefna og þá voru allir að kaupa, við seldum bara blokk á einni helgi sem heldur ekki eðlilegt sko. Það á ekki að vera þannig heldur, neyðin á ekki að vera þannig á markanum að fólki komi hlaupandi, skoði ekki einu svona íbúð og bara býður yfirboð strax af því að það kemst ekki í íbúð. Þetta var þannig þegar lágvaxtastefna var, þegar við vorum að reyna að halda öllu gangandi gegnum COVID. Það sem gerir það verkum að þegar lóðaverð eru svona mikið þá geta minniverktakarnir svona hátt að þá geta minniverktakarnir ekki heldur keypt lóðina til þess að komast að stað skilur við, þannig að það er verið að útiloka minniverktaka sem gerir það verkum að afköst byggingageirans á Íslandi er ekki nærri því í botni þú veist. Nei, ég meina líka sko út af því að og svo líka, ég langar að nefna ég veit að þú mátt ekki vera pirraður með fyrir að nefna en þú ert náttúrulega, sko, þú ert að vinna fyrir stönduð fyrirtæki þannig að þú veist að það er hægt að fara rauk fyrir því að á þessu fákeppnismarkaði þá hefur hagsmunn af því að aðrir séu ekki að fá þessi verkefni en ég, sko, út af því að mér langar líka að koma aðeins inn á útboðsferlið út af því að held að margir vilji heyra svona hvernig þetta ákvæðlega virkar í praxís en rétt áður en við ljúkum þessum punkti þá langar mér líka að nefna sko að hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa reynst mér vel og eitt af þeim er Happy Hydrate. Happy Hydrate veitir þér öll þau steinefni sem þú nauðsynlega þarft á að halda. Ég var alltaf skeptískur á það hvort það væri gott yfir höfuð að vera að taka einhvers konar viðbótarefni en eftir að ég byrjaði að nota Happy Hydrate hef ég einfaldlega orðið betri maður. Mér líður betur, kem meira í verk og dagurinn verður einfaldlega betri. Þetta er dagskammtur af C-vítamini, engin gervisykur, dregur úr þreytu, inniheldur nauðsynleg vítamin og bara heilt yfir frábært. Því mæli ég eindregið með því að þið notið Happy Hydrate og skál fyrir því. Þetta er svo sérkennilegt út af því að við erum alltaf að heyra stjórnmálamenn vera stanslaust að tuði yfir því hérna við ætlum að byggja hérna, þú heyrðir þetta þegar Einar Þorsteinsson var í síðustu kosningabaráttu, þá var hann að tala um bara 10.000 íbúðir, bara kviss, kvass, búm, bara ekkert mál, við ætlum að byggja hérna út allt og ég sko hjótaldi eftir því að stjórnmálamenn myndi hætta að nota orðið að við ætlum að byggja því að þau er ekki að fara að byggja neitt þessir stjórnmálamenn er ekki að byggja neitt þeir eru bara að sjá til þess að aðrir byggja en þeir voru alltaf einhvern veginn að ímynda sig sko að þeir sé að fara að byggja þetta og ég sagði alltaf með þú ert ekki að fara að byggja nokkur skapaðan hlut og fólk getur sagt bara já ég meina þetta er bara pólitík en ég held að þetta sé líka undirbyggt í ákveðinni hugmyndafræði sem varðar það að við erum alltaf með þessa svona undirliggjandi hugmynda því opinbera sé að fara að byggja sem að veldur því að hámarks afköst við ættum eina sem að stjórnmálamenn ættu að reyna að sko gera er að reyna að hámarka afköst að reyna að sjá til þess að það séu eins fáir aðilar sem eru stöndur til þess að geta tekist á við verkefni sem eru ekki að sinna ákveðnum verkefni Sko ég raun að veru eina verkefni stjórnvalda er það að leyfa frjálsum markaði að virka við erum með kraftæðina til að byggja þeir eru ekki leystir 100% úr læðingi og já við erum að byggja stjórnvöld er ekki að byggja ég meina við erum á frjálsum markað þeir gera það ekki þeir gera ekki neitt ég meina í síðustu kosningabaráttu töluðu allir stjórnmálaflokkar það að þeir ætluðu sko aldeilis að redda húsnæðismálum á Íslandi Ég hef ekki heyrt einu orði minnst á það að það er eitthvað að liðka fyrir verktaka að fá lóðir eða að koma einhver á stað eða verið að brjóta nýtt land. Það tölu allir það þarf að brjóta nýtt land, Ég hef ekki heyrt eina umræðu það í fjölmiðlum eða á Alþingi. Þú veist, hvar eru menn staddir? Það er ennþá vaxtamörk á höfuðborgarsvæðinu. Það er ennþá bannað að byggja út fyrir, skiljiði. Við skuldum hérna hátt í 10.000 íbúðir. Ég bara átta mig á því að hverju sveitafélög og ríki og sveitafélög tala ekki saman og koma, þú veist, svo líka er allir að tala stanslaust og mér finnst svona alltaf öll áherslan vera og öll umræðan vera að það vanti félagslegt húsnæði. Það vantar ekkert félagslegt húsnæði, það vantar bara húsnæði. Ég meina, eðlilegt í vestrænu ríkjum eru félagslegt húsnæði hátt í 5%, skiljiði.
ég veit ekki tölfræðin á Íslandi hvort það aukast eða minnka eða eitthvað svoleiðis, en aftur á móti ef að við myndum hafa húsnæðismarkaðin í jafnvægi og við værum ekki með flöskuháls í lóðaframboði og fasteina við ríkur svona upp sem er síðan frist núna til svona verðbólgu niður sem kemur bara niður á verktökum. Nei, ég held að viðskiptaráð hafi gert greiningu á þessu að rétt tæpur helmingur væri að fara í einhvers konar niðurgreitt eða félagslegt væri þess eðlis. Já, það er ekkert eðlilegur markað. Það er ekki eðlilegur markað. Og ef við myndum ná jafnvægi á fasteinamarkaðinu og verðbólguna aðeins niður og fasteinamarkaðinu drífur, í raun og veru ber lóðaskortur stóra ábyrgð á því að verðbólga sé á Íslandi. Þetta er eins og segi, það er líka eins að gera grein fyrir svona þessari rótgrónu hugmyndafræði sem er náttúrulega smitast svo mikið inn á þennan markað einhvern veginn að við séum að fara að vorkenna fólki til velmeðunar sko, að eitthvað fólk sem er í stjórnmálum ætla sko að bjarga rosalega mikið af fólki svo ég komin með skikkjuna sko, ég ætla að koma þér í húsnæði sko, ég ætla að redda þér. Þú þarft ekki að vinna fyrir þín eigin húsnæði, þú þarft einhvern veginn að fá mína aðstoð og þetta eru náttúrulega stórkostlegir Jesú-komplexar og það er alltaf að tala að hægri mennir í þessari umræðu séu eitthvað svo vondir út af því að þeir eru einhvern veginn vilji ekki sko að fólk sé með húsnæði. Það er flestir reyndar sem eru í þessum geira sko eru hægri menn en þeir eru einhvern veginn vondu kallanir þrátt verið að þeir sé að byggja þetta húsnæði en eina fólkið sem er sko að kemur ekkert að því að byggja þetta heldur mætir þegar þetta er komið á byggingastig 7 þegar allt er ready með lykil ég ætla að gefa þér húsnæði þátt verið það að þetta var ekki mínu peningar og þetta var ekki mitt framlag að ég ger ekki neitt annað en að segja að ég er góð manneskja og þetta var óhagnaðardrifið og þetta var óhagnaðardrifið og ég skil ekki tökum óhagnaðardrifið hvað er óhagnaðardrifið? Ég veit það ekki ég út af því að ég veit ég hef verið að skoða hvernig þessi reitir eins og í Gufunessun og annars staðar hafa verið byggðir þar sem það á að vera rosa líka grænt það er alltaf grænt húsnæði óhagnaðardrifið og örugglega einhver svona manngæsku stimpill alltaf algjör della ég veit ekki hvað óhagnaðardrifið er ég meina húsnæði sem er byggt óhagnaðardrifið það er ekkert ódýrara heldur en hagnaðardrifið húsnæði skilurðu það þarf einhverja fagmenn, það þarf einhverja sérfræðinga til að byggja húsið og koma ókeypis, þú er svo góða manneskjur þeir gera það ekki skilur þannig að það er bara búið til eitthvað og það er eitt miklu meiri peningum í einhver útboðsgögn og teikningar svo það sé upp á 10 svo hægt sé að bjóða það út sko. og svo kemur einhver verktaki og þeir bjóða í og þeir reikna sér einhvers konar buffer til þess að eiga í sig og á og þeir hagnast þá á framkvæmdinni og hvernig er það óhagnaðardrifið? Það segir maður að sé ekki loftslagsaktivisti sem að kemur og gerir úttekt og sér alla teikningar og kemur svo slæri upp steypunni. Nei, og þannig ég skil ekki alveg þetta hugtak sko, svo kemur í ljósa hvað var að bjarga eitthvað sem hagnaðist 28 milljarða, hagnaðurinn kemur alltaf einhvers staðar fram, við búum í kapitalísku umhverfi, við höfum byggt okkur vestrænur gildi á því við hættum því ekkert bara allt í einu og segjum við ætlum að gera óhagnaðardrifið, það er allt hagnaðardrifið, það má alveg taka umræðið það hvort að ég að snúa því eitthvað við, en leikreglunar í dag eru þannig að allt sem gerist byggir á hagnaði og þú þarft að fá okkar fyrir það sem hún gerir. Já, ég meina ef að fólk hefur ekki hvataði að mæta í vinnuna sko, þá myndi það bara ekkert mæta sko. Nei, ég meina það. Og hvatinn kemur á því að þú færð eitthvað fyrir það að mæta. Já, þannig að þú mætir hagnaðardrifin í vinnuna. Já, það er þannig og ég eiginlega svona því meira sem ég fyrir að horfi í þetta þá finnst mér þetta bara skrítið og menn finnst galið að þetta er í raun stærsta hagsmunamál allra að þakið sem eru sko grunn mannréttindi sem eru í raun og veru mannréttindi að hafa þakið yfir höfuðið er mannréttindi þetta er eina grunn þörfum sérstaklega á veðravíti eins og Íslandi og það sé enginn að gera neitt í þessu hvorki sveitafélög, jú, þau segjast vera að gera eitthvað en ég hef allan ekki séð ríkisstjórnin í dag sem að lofaði að tækla húsnæðismarkaðinn sem að var í raun og veru eitt heitasta kosningamálið. Það var mikið rætt það. Vandinn er að þetta er kallað mannréttindi.
Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim alvöru bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá læturðu gera þetta almennilega og það nákvæmlega sem alvöru bón gerir. Fer með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á alvöru bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Vandinn sá að þetta húsnæði ekkert mannréttindi. Þetta hefur ekkert með mannréttindi að gera og eftir því sem við erum meira að byggja þetta þeirri hugmyndafræði að húsnæði séu mannréttindi því færri muni eignast húsnæði. Og vandinn sá að við erum alltaf að bjaga markaðinn einmitt út af því að við erum með einhverja fyrirframgefnar áætlanir það hvað fólk nákvæmlega þarf og hverjir þurfa, hvaða hópum þeir tilheyra, hvers konar tekjutíund þeir eru í, nákvæmlega hvar þeir eru og þetta veldur því nákvæmlega að sá sem að byggja hefur ekki hugmynd það hvernig hann að byggja, jú hann kannski með ágætis hugmynd en hann má ekki byggja eins og hann telur best að gera. Þannig að þessi hugmynd það að þetta sé einhverjum mannréttindi, eina sem þetta gerir það að kemur einhver manneskja með Jesúkompleksa, réttir einhverjum lykla og það eru 3 manneskjur úti sem að horfa á þessa mannesku, fá lyklana og ekki með húsnæði og dýrum leigumarkaði sem þeir getur samt sem áður tryggt sér ef að þeir gætu bara verið einmitt í þessum málum að þau getur náttúrulega verið að fá húsnæði þar sem þau eru að skrifta fyrir því að eiga fyrir útborgunum. Ef við værum með þetta fyrirkomulag þá væru miklu fleiri með fasteign en út af því að við erum að kalla mannréttindi, manngæska, grænt og gott og allt og þetta óhagnaðardrifið og hvað svo kallar í þeim skilningi þá heimili samt mannréttindi. Skilur, þú veist, við þurfum öll heimili og þetta eina grunnþörfum okkar, það þak yfir höfuðið, það fæða, ég skil alveg þessa umræðina allt sé orðið mannréttindi, sko. Þú veist, það orðið mannréttindi að fá að sofa út á sunnudögum, það ekki þannig. Einnig mannréttindi líka að fara að fá, sko, bara hjá umveru starfsmennum og maður komast klukkan fyrir hádegi úr vinnu á föstudögum. Já, svo það náttúrulega önnur umræða sem ég ætla kannski þetta bara mannréttindi. Við getum alveg tekið, sko, þú getur tekið þetta hvað sem þú getur verið mannréttindi að fá þér, sko, bragðaref alla föstudag. Já, þetta allt mannréttindi. Bara hérna séu mannréttindi, sko. En sko, svo annað í þessu sem kannski, nú rifist á Alþingi auðlindagjöld og eitthvað svo leiðis og, þú veist, skattlagning í raun og veru á byggingarverktaka og þetta einhvern punktur sem enginn horfir í. Það sem gerist við þennan lóðaskort það að eftirspurnin eftir lóðum verður gríðarlegur sem þýðir það að lóðaverð ríkur upp og það boðið út og menn sjá sig knúna til þess að fara upp í sársaukamörk þegar þeir bjóði lóðir sko heildarkostnaður húsnæðis kannski í verstu tilfellunum komin í 30% byggingarréttargjald og gatnagerðargjöld. Þannig þú veist sveitafélagið kannski að taka 30%, þetta ekkert annað heldur en 30% skattur á verkefnið. Ég skil vel að það þurfa að borga fyrir land og það þurfa að vera einhvers konar stjórn á þessu, en þetta bara ótrúlega hátt hlutfall. Skiljið. Og það veltist náttúrulega yfir í verðið. Já, veltist náttúrulega yfir í verðið. Það er augljóst en ekki allir sem að pæli. Já, og ekki nóg með það, þú ætlar að síðan fara að taka inn þetta fjármagnskostnað sem getur verið hátt í 5% af kostnaði og jafnvel meira, þá þú kannski komið 35% af kostnaði verktakans, eitthvað sem tengist sjálfur verktökunni eða byggingar framkvæmdinni ekki neitt. Þú ert að skapa verðmæti, vissulega verðmæti í landinu og ég skal alveg sætta mig við það að sé borgað fyrir það. Þú skilji, en af hverju þú veist, sveitafélögin svo rekin öll með halla. Ég skil þetta ekki og en samt búið að fyrir utan það þá hefur þetta þau áhrif líka að það verður skattahækkun á almenning af því að fasteignamati ríkur upp líka og þar að leiðandi kemur meirinn í kassan fyrir sveitafélögin í ofanálag, þannig að þeir eru að fara að fá 30% af kostnaði við hvert fermetri sem byggður pluss það að þessi þétting byggðar og lóðaskortur almennt séð búin að skapa þessa neyð sem hækkar fasteignaverðið. Þú veist, manni finnst sko liggu við, ef ég væri businessmaður að reyna að hámarka hagnað út úr því að reka sveitafélag þá myndi ég gera þetta svona sko. Já, en ég menna, en þú verður svolítið að horfast í augu við það, ef við værum ekki að taka inn þessi gjöld og þá gætum við ekki
niðurgreitt þann kostnað sem að, eða sem sagt bara greitt fyrir þann kostnað sem að fylgir því að fólk fari í kulnun og það er náttúrulega mannréttindi, talandi mannréttindi, hlæra ekki þessu. Já, þú veit að draga mig hérna yfir í svo viðkvæman skít, sko. Já, sko, kulnun, kulnun er náttúrulega ekki boðið fyrir alla. Kulnun er mannréttindi. Alveg svo húsnæði, ekki boðið fyrir alla, en það mannréttindi. Mér finnst alltaf ógeðslega erfitt að hugsa til þess að, þú veist, í Úkraínu eru bara einhverju menn núna í skotgröfum, sko, að berjast fyrir lífi sínu og reyna að vernda land sitt eða, þú veist, og eitthvað svona. Og svo er eitthvað fólk hérna sem að vann einhverja óvart 42 tíma í einni vikunni og þú veist, er allir brjálaðir yfir því, skilurðu. Það er ekki pláss fyrir fjölskyldu og eitthvað þannig. Ég veit ekki, ég ætla ekki að kommenta mikið á þetta en auðvitað, sko, ég ætla samt að bera virðingu fyrir því að það er til eitthvað sem heitir kulnun og þú getur lent í henni en ég held að stórt hlutfall, ef að kulnun er svona hátt hlutfall og misjafnt á milli geira og ok, dragðu mig þá bara út í þetta. Sko, ég vil meina það að ástæða fyrir kulnun á stórum hluta er að því að það skorti hvata. Ef þú ert í launaumhverfi þar sem þú getur ekki fengið launahækkun að standa þig vel, okkur ættir að standa þig vel, fyrir hvað ættir hvað er dræfið þitt í vinnunni, skilurðu? Ef ég þegar ég byrja að vinna sem húsasmiður fyrir einhverjum árum, þá hugsa ég ætla að vera besti húsasmiðurinn hérna á þessu svæði því ég ætla að biðja launahækkun eftir 2 ár og ég ætla að fá þá launahækkun því ég er svo frábær, þau vil ekki missa mig. Þetta er svona corporate politics sem virkar í öllum fyrirtækjum og þetta drífur áfram öll fyrirtæki. Í opinberum geira getur ekki mikið launahækkun að þau vera duglegur. Það er ekki hægt. Þannig að ef þú ert að mæta í vinnuna og þú hefur enga gulrót til þess að bæta hagðinn með því að vera duglegur og standa þig, þá náttúrulega nennir ekkert að mæta í vinnuna. Þú hefur enga unun af vinnunni og þið finnst leiðilegt í vinnunni og þar færðu svo mikið ógeð af vinnunniðinni að þú lendir kannski bara í einhverju hálfgerðri kulnun. Ég er ekki að tala um að þetta sé endilega alltaf þessi raunverulega, því raunveruleg kulnun er þannig að þú ert bara með svo mikið kvíða og þú getur ekki staðið fram úr rúminu og kerfið þetta er bara komið í botn vegna þess að þú ert að gangi í gegnum einhver áföll, skilur. En ég skil samt vel að fólk hafi ekki passion fyrir þeirri vinnu eða eina leiðin til þess að skara fram úr. Við viljum öll skara fram úr okkar sviði, eða þú ert flest og þjóðfélag okkar byggir á því að skara fram úr að stórum hluta. Auðvitað geta það kannski ekki alltaf allir og þá erum við hérna til þess að hjálpa þeim og þá geta þeir sem skara fram úr hjálpa þeim sem gera það ekki. En ef þú ert í launaumhverfi og þú ert í atvinnuumhverfi þar sem þú getur bara ekki, þú getur fengið launahækkun á því að eldast eða þú getur tekið og átt kannski rétt á því sem ég finnst kannski skrítið sem er ekki í almennum geira, þú getur tekið, hvað heitir það? Þú ferði frí og fær borga frí fyrir að fara að mennta þig. Námsleyfi, já. Þú veist, ég þætti mér það frábært ef ég geti bara farið í námsleyfi í dag, en þú veist, það er ekki boði. Skilju, það er bara, þetta er bara... Ég veit ekkert hvað þú tala þú ert augljóslega manneskja. Ég kannski, er ég að ganga yfir striki? Þú ert bara að ganga yfir striki, svona hefur aldrei neitt talað í þessum þætti og ég ætla að kata þetta út. Nei, en ég alveg tala ef ég þetta mæti vinnuna og ég vissi að það væri engin leið fyrir mig að bæta hag minn annar heldur en að verða gamall þú veist, ég þarf að hafa tækifæri til þess að þetta er líka stórvandi og það er líka meira þess að þeir sem að standa sig vel í að gera hvart yfir þessu sko og það er sára lítið gert út af því að þetta er náttúrulega aðalega bundið við sko kjarasamningsgerð þar sem að lægsti samnefnari er umbunnaður jafn mikið og sá sem er að standa sér best og það er náttúrulega bara leiðið til eins að fólk hefur eitthvað hvata af því að vera betri heldur en lægsti samnefnari og þannig ertu jafn lélugur og allir sem eru hérna verstir í vinnunni. En hérna, mér langar aðeins að tala, færum okkur aftur yfir í hérna byggingagerann. Já, þú er búin að draga mig þarna niður í svaðið. Já, þú getur alveg sagt upp vinnuna eftir sko. Hérna, praxís er varðar lóðaúthlutanir út af því að það var alveg áhugavert það sem varst að segja við mig áðan með hérna checklistan. Það er mjög margir sem að ég skilja, þú veist, þú færð eða þið fáið einhver verkefni, lóðaúthlutanir, einhver þurfa að standa, einhverja kröfur. Hvernig er, sko, ef þú ferð bara aðeins yfir ferlið, bara Reykjavíkurborg, kemur með eitthvað verkefni, þið segið, heyrðu, ok, við getum skoðað þetta, bjóðið í það, sumir bjóða betur, sumir bjóða verr, en að fara aðeins með okkur yfir þetta. Þetta virkar einfallega þannig að Reykjavíkurborg eða bara eitthvað sveitafélag, þetta er ekki alltaf Reykjavíkurborg, á eitthvað land sem þeir eru búin að skipuleggja.
þá eru þeir búnir að búa til í 95% tilfella deiliskipulag fyrir hvern reit fyrir sig og þá koma kannski út einhverju reitir sem eru bara 40 íbúða blokk, 100 íbúða blokk, 20 íbúða blokk sem reyndar vorum að nefna á það vantaði kannski með hærra hlutfall af 20 og 30 íbúða blokkum skiluru og þá gera það bara það er bara auglýst hér til sölu kostar eina tölu, skilurðu og þú ferð þá inn og þú rannsakar og lest til hvaða reitur hentar kannski þér og það gefið upp eitthvað brúttóstærð eins og ég nefndi fyrir og svo gefið upp fjöldi íbúða og svo svona grófar í raun og veru deiliskipulag svona ákveðin rammi sem þú þarft að vera innan þegar þú hannar verkefnið þitt og þetta rammi sem stýri því hvað þú byggir stórt og þú byggir byggir mikið, skilur mig við ráðum því ekki svo förum við og reynum að finna lóð sem okkur líst á og þú reynir að kanna hvort þú einfallega brátt fyrir henni og svo ferð þú að reikna þig til hvað þú telur þig geta byggt svona sirka bát á mikinn kostnað og svo býður þú í lóðina í byggingaréttin gatnagerðargjaldið bara fasti það og þeir eiga að fá fyrir það fyrir að búa til gatnagerðina og gera lagnir og búa til nýtt hverfi sem náttúrulega ekki verið að gera skiljiði í þéttingareitunum en þú borgar alltaf gatnagerðargjaldið og svo þarf þú að ákveða hjá sjálfum þér hvað þú tilbúin að fara hátt til þess að þið vantar lóð til þess að byggja svo það bara hæstbjóðandi og svo kemur hann og hann getur borgað og þar að leiðandi ferð þú bara á hannar og þú borgar síðan þessa lóð og svo þegar þú fær byggingarleyfi þá þarftu að vera búin að greiða í raun lóðina þína til þess að geta farið að byggja og þetta orðið náttúrulega mjög og þegar neyðin mikil og menn og konur að reka fyrirtæki þá tógast þeir í þá áttina að þeir þurfa að halda vélinni gangandi og það sem búið að skapa í dag að það búið að þvinga menn inn í gríðarlega hátt lóðaverð og það sem gerist líka að þú ert með ákveðið brúttómagn og þú borgar bara til að einfalda reikningin þá borgar þú 100 milljónir fyrir 1000 fermetra eða segjum bara 100 milljónir fyrir 100 fermetra bara til þess að einfalda allt og það kostar 1.000.000 kall fermetriðin að fá þessa lóð menn tala það að það vanti minni íbúðir ætla ég að minnka byggingamagni ætla ég að byggja bara 80 fermetra hvað kostaði lóðum þá fermetrin sem ég sel skilurðu, þannig að það eru allir verktakar þvingaðir í þá átt að uppfylla byggingamagni sitt 100% af því annars verður hlutfall lóðin greiðist ekki skilurðu þú veist, byggingarétturinn byggir bara á því hvað hægt að byggja þar Þú ert búinn að greiða rauninni fyrir þessa lóð þannig að þú hefur enga hagsmun á því að vera með einhvern annars konar fyrirkomulag gatnagerðargjald rukkast síðan af fullhönnuðu húsi skilurðu, þannig að þú getur hugsað að spara en gatnagerðargjald bara mjög lágt hlutfall gatnagerðargjald og byggingaréttur gatnagerðargjald mjög lágt með við byggingaréttin sem í raun og veru bara kaupverð lóðarinnar sem við köllum byggingarétt og þetta þvinga menn í þá átt að þeir pína sig upp í verðum til þess að geta fengið actually lóð af því þeir vilja vera verktakar þeir vilja starfi sínu gera og svo í dag þá búið að setja þær hömlur á að fyrstu kaupendur geti ekki keypt og þetta stendur á stórum hluta aukt til 5-6 óseldar íbúður á höfuðborgarsvæðinu í dag Ég held það hver var að segja mér það wow. Það búið að safna upp gríðarlegum lagi núna vegna þess að Seðlabanki að berjast við verðbólgu og hefur það í raun og veru að einhver leiti slögt á byggingageranum með því að það seljast ekki íbúður vegna þess að það getur enginn keypt íbúð og þessu verði sem í dag skilurðu, sem bara markaðsvirði Þú þurfum þá að fara í félagslegt úrræði að það gerir það að verkum að byggingagerin er í raun og veru stoppar og sala fasteignir stoppu með því að setja þessa kvaðir á fyrstu kaupendur eða það að þeir megi bara eða 35% ráðstöfunartekjum og það sem gerist að það kemst engin eða svona ekki engin það nú full djúpt í árnatekið það er mjög fáir sem komast í gegnum greiðslumat til þess að kaupa sér sína fyrstu fasteign og það sem gerist það að þú kemur ekki neinum inn í fyrstu fasteignina þá getur sá sem að fara að kaupa sér aðra fasteign ekki selt sína fyrstu og þar alveg fristir þetta ekki sérlega markaðinn og það sem að gerast í dag að það búið að vera húsnæðis- og mannvirkjastofnun er búin að vera gargandi byggið meira
allir búin að reyna að byggja eins og ég geta og komast yfir þessar lóðir og borga topp dollar fyrir lóðina en í staðan einfallega þannig í dag að það selst ekki neitt. Nei, ég einmitt búin að vera að ræða þetta við fasteignasala. Ég einmitt að fara að fá hérna Pál Pálsson, Pál Heiðar Pálsson, sem einmitt fasteignasali hérna morgun, og það sem maður langar með að taka til húsa með þessum efnum, það sem að rosalega mikið líka af samningum að falla á löngum keðjum. Það að segja einhver gerir fyrirvara sölu, annar kaupir eignina, annar kaupir þá eign, annar kaupir þá eign, og þá lendir það í þannig keðju að fyrsti hlekkurinn í keðjunni nær ekki að selja og sættir sig ekki við verðið eða kemst ekki inn greiðslumat og kannski lengi að því og þá einhvern veginn bara fellur öll keðjan. Og þetta að gerast í síðugnumæli og hann talaði að eignir væru að seljast að meðaltali á svona 5 opnum húsum. Félagi minn sem að ég reyni fasteignasali sagði að þetta væri meira nær 7, 8, 9 opnum húsum. Kostnaðurinn af því náttúrulega líka mikill, sérstaklega þegar þú ert með svona stóra kjarna þar sem verið að sína margar eignir, þar sem eru margir fasteignasalar að sína nokkrar eignir. Ég einhvern veginn, og eins og segi, það sem verður ótrúlega áhugavert að fylgjast með að núna verður vaxtaákvörðun núna í ágúst, snemmi ágúst, þar sem að þetta lengsta tímabil þar sem að milli vaxtaákvarðana hjá Seðlabankanum, þannig að hann afdrifarík ákvörðun þannig í ágúst. En ég velti fyrir mér út af því að ef þetta rétt það sem þú ert að segja og náttúrulega með bara fyrirvara að við erum ekki alveg 100% með það, en það 6.000 eignir. Hver að segja þetta um mig? Það eru, já, ég held að sé 5 eða 6.000 eignir óseldar á höfuðborgarsvæðinu. Og það að svo út af því að núna búið að bjaga svo mikið og það sem að gerist náttúrulega á fasteignamarkaði að þegar að koma stórar sveiflur eins og gerist 2019 þá náttúrulega fjallu á og þá var ákveðið frost sem að svo síðan kemur COVID, vextir eru settir niður og þá kemur rosaleg flóðbylgja sem veldur því að eignir að seljast á miklu hærra verði sem að fara svo lokum inn í innbúsinn, samlega náttúrulega miklu fjármagn inn á kerfið. En þegar ef að verður kemur stór ákvörðun og flóðbylgjan fer af stað þar sem þessar 6.000 eignir fara að seljast, þá kemur rosalegur hraði á fasteignamarkaðinn sem mun valda því að fasteignaverð hækkar ennþá. Það 100% svoleiðis og ég meina okkur að fjölga því ekkert breytt og vöndunin alveg til staðar. Það langar öllum að eiga fasteign, það langar öllum að kaupa fasteign. Eina sem búið að gera það búið að setja stein í götu þeirra sem vilja kaupa. Þeir geta það bara ekki. Og það breytir því ekkert að það fækkar ekkert þeim sem vilja eiga fasteign. Það bara safnast upp. Og það nú alveg til umhugsunar að meðalaldur fyrstu kaupenda sé kringum 30 ára og þarna ég meina ég ætla ekki að vera einn af þeim sem að setja út á störf seðlabankastjóra og eitthvað, ég held ég ekkert við þetta starf, ég hef ekki hundsvita þessu þannig, ekki eins og hann, en hann vissulega búinn að ná verðbólgu niður með því að hægja á fasteignahækkun. Það staðreynd að því að kannski að maður fara rauk fyrir því að farið og bratt í COVID-inu í vaxtalækkanir. En það sem ráðandi í þessu ekki endilega hvort hann lækkar 1% eða 2%, það ráðandi þessar kvaðir 35%. Það ekkert langt síðan að við vorum með 2 blokkir á sömu lóð, önnur seldist fyrir kvaðið áður en þessu var breytt, og hún seldist á einni helgi, sem óeðlilegt. Það enginn að tala um það að við viljum endilega þannig markað. Svo breyttust þetta fyrir fyrstu kaupendur og þessi rammi var gerður. Það tóku 12 mánuði að losna við síðustu íbúðinni í næstu blokk. Eins blokki, sami frágangur, sami staður. Þannig að sjáu hvað þetta hefur gríðarlega mikil áhrif á verktaka. Og þetta að gera það að verkum líka að menn ekki að fara af stað. Þeir þora ekki af stað. Þeir eru átökulega því að fólk verktakar eru ofta að leggja allt sitt undir til þess að fara af stað í stór verkefni. Það stendur og fellur bara með verkefninu þegar að síðan vaxtakostnaður eins og hann líka. Þannig að hver einasti mánuður sem líður þá tapar bara fullt af peningum. Þetta nefnilega og þetta það sem að ég svolítið búin að vera að benda á alveg síðan 2019 út af því að ég búin að vera að gera svona greiningar á því af hverju það gott að fjárfesta í steypu og ástæðan fyrir því að það gott að fjárfesta í steypu öll svo bjögun sem við erum að fara yfir hérna. Já. Og það sem ég held að veri Jónas Atli sem sagði að það væri ennþá betra að kaupa steypu heldur en hlutabréf.
og ég veit að fólk sem að er í hlutabréfageranum og í svona verðmætasköpunargeranum kvartar mikið yfir því, bæði að það eru of mikið af einhverjum hömlum á hlutabréfamarkaði sem ég hef alls ekki mikla þekkingu á, en aftur á móti þá skil ég af hverju þetta og það sem að svo áhugavert að fylgjast með núna, að þegar þú til dæmis að reyna að endurfjármagna lán eða reyna að skoða einhvers konar lánakjör hjá Landsbankanum eða annars staðar, þá verður að vera með lögheimili nákvæmlega á þeim stað, óháð því hvort þú eigir eignin eða ekki, þú mátt ekki einu svona endurfjármagna á eign sem að þú nú þegar átt en býrð ekki í. Þannig að, og ég hugsa alltaf með mér, já ok, kannski það bara fínt, en aftur á móti þá það ekki fínt, því að eina sem að þessi markaður þarf á að halda fjármagn sem nú þegar fyrir hendi. Og ef að það fer ekki inn, þá kemur það bara með hólskeflu síðar. Já. Og það sem að ég svolítið búin að vera að reyna að hugsa sérstaklega núna undanfarin ár, þegar að steypa búin að vera svona rosalega góð fjárfesting. Af hverju það góð fjárfesting? Það góð fjárfesting og þú getur gert ráð fyrir því að þessi bjögun muni sjá til þess að þitt fasteignamat muni koma til með að hækka, þannig að þú mun fá herri, þetta snýst bara þú með 20% inn og þá ertu með hverja prósentu, þá ertu raunin að hækka þinn hlut í eigninni 5%. Og því að þú átt 20%, fasteignin hækkar 5%, þá ert þú í raunin að græða 25%. Rétt, það sem ástæðan fyrir því að það borgar sig að fjárfesta í steypu á Íslandi vegna þess að það fólksfjölgun á Íslandi, skortur og húsnæði, punktur. Það bara svo einfalt. Ég segi að séu 6.000 óseldar íbúðir í dag, en innviðaskuldin, það misjafnt hvernig fólk reiknar þetta og það margar tölur á sveimi, það fer eftir hvernig þú reiknar hvenær fólk fer út á fasteignamarkaðinn og svoleiðis sem breyta þessum tölum, en skuldin í kringum 10.000 að mínum mati til þess að ná jafnvægi. Aftur á móti þá eru 6.000 óseldar í dag. Það þýðir ekki að við séum að ná upp í þessa 10.000, það bara sú innviðaskuld, eða tísku orðið okkar, innviðaskuld ennþá til staðar, fólki kemst bara ekki, skilur, þannig að segjum það að við seljum þessar 6.000 íbúðir allar á morgun, það ennþá skuld á fasteignamarkaði, fattaru? Þannig að svo lengi sem að það skuld á fasteignamarkaði, þá borgar sig að fjárfesta í steypu. Það getur vel verið á næstu 1-2 árum farið eitthvað niður, eitthvað svoleiðis, en ef þú horfir til lengri tíma, þá það eftirsóknarvert að búa á Íslandi og það fólksfjölgun í gangi, það þessi innviðaskuld, þannig að svo lengi sem það þá, þú veist, ef ég væri ungur maður í dag að reyna að koma undir mig fótunum, þá myndi ég vinna eins og skepna, að reyna að safna eins miklum kapítali og ég get og ég myndi binda það í steypu vegna þess að það sýnir sig bara að vöndunin til staðar og svo fjárfesting mun ekki koma í baki á mér, neikvætt, það bara ekki séns. Þannig að ég hvet bara alla unga fyrstu kaupendur til þess að fara að safna pening og kaupa sér fasteign. En vandinn sá að vinstri kommar eins og þú kalla þetta mannréttindi og sem að veldur því náttúrulega, ég var að tala þessa keðjuverkandi áhrif, þar sem þú ert með fyrstu kaupendur sem að kaupa sér minnstu eignunar fara í aðeins stærri fyrir aðeins í hæð fyrir einbýli. Þetta eins og segið, þessi keðja. Já. En það búið að rjúfa skref 1 og 2. Já. Það að segja að fyrstu eignunar eru rosalega mikið, bara eitthvað niðurgreiddar, félagslegt húsnæði, ókeypis hlutdeildarlán og allt þetta, bara peningar frá ríkinu, þú fær bara að græða. Þetta veldur því að þeir sem eru oftekjuháir til þess að fá til dæmis hlutdeildarlán, sitja á hakanum út af því að þeir eru búin að vera að safna sér í mörga og reyna að taka allar aukavættir, þeir verða eftir á milli þrep 1 og 2 eða jafnvel komast ekki inn á þrep 1. Eða þvælast inn á leigumarkað. Já, það ástæðan, það að ég að segja. Þú veist, þeir eru á leigumarkaðnum út af því að búið að rjúfa tengsl milli þreps 1 og 2. Þú vilt ekki vera mínumandi, skilur, nú ég engin sérfræðingur, ég kann að byggja hús, skilur, en þetta eru bara mínar skoðanir, en þú vilt ekki vera á leigumarkaði þegar vöndun og fasteign. Nei, ég held að það var 89% af þeim sem eru á leigumarkaði vilja ekki vera á leigumarkaði. Fyrir utan það, ég vil nú geta haft áhrif á mitt eigið umhverfi, sko. Ef ég að leigja eitthvað, þá má ég ekki breyta neinu, ég líka má ekki negli í veggina kannski og þú veist, ég vil bara fá að gera hlutina mínu eigið, skilur, þetta nú ákveðið svona frelsismál bara, sko. Þannig Þetta eru mannréttindi. Hættu að draga með þarna, maður, djöfullinn hafið það, þú veist, ekki vera að kveiki í mér. Sko, þannig bottom line það, ef ég á svona tala bara út frá mínu hjarta það lóðaskortur, fólksfjölgun sem veldur hækkandi fasteignaverði og skorti.
þetta ekkert flóknara það og hvað það sem búið að drífa áfram lóðaskort og þar að leiðandi fasteignaskort það eru sveitafélögin og ríki sem ber ábyrgð á þessu þannig að það mætti segja eins og ég segi að vinstri mennirnir í borginni beri bara stóra ábyrgð á verðbólgu umhverfi okkar í dag það mín skoðun Það þín skoðun, það líka fín loka orð þetta podcast getur verið 30 sekundur og þú sagðir eiginlega allt annað Já Ævar Sveinsson, takk aðeinslega fyrir að koma og þangað til næst Takk sömuleiðis